Góðan daginn, Sveinn heiti ég hér Nörd Norðsins. Í dag langaði mér að kíkja á demónu sem var að koma á Steam, GOG og Epic Store. Og það fyrir endurgerðina á klassíska sci-fi og horror roleplay leiknum System Shock. Leikur sem mikill áhrifavaldur á leiki eins og BioShock og fleiri síðan meir. Þessi leikur var upprunalega kickstartar fyrir nokkrum árum síðan og studdi ég hann til dæmis og hef búin að bíða lengi eftir honum að hann kom út. Það lefur aðeins að sjá bara hérna byrjunina fyrst. Það er ekki leiðilegt að vera með 128 örgjö og kerandi 28 GHz. En það er kannski bara litlu tölunaröndir mér sem fílar svoleiðis. Þetta er það sem kallast cyberpunk leikur. Eða svona, já, hann er einn af þeim. Og ekki hugsa til Cyberpunk 2077 sem kom út fyrir stuttu og reyndist ekki alveg nógu góður. Ég er að spila demóið á Steam en það er planað held ég í Kickstartinum að leikurinn komi út á PlayStation og Xbox, að það ætti að skýrast svona að það nær dregur. Leikurinn á að koma út núna í sumar og þarna ég er búinn að vera í framleiðslu í svona 5 ár það bil og hefur gengið gegnum svona smá vandræði en ekki eitthvað rosalegt með margar leiki. Upplöfisvistsjökkleikurinn er mjög merkilegur en hann er líka mjög gamall. Þetta er gamall dósleikur og það er ekkert sérstaklega auðvelt að spila þann leik í dag. Ég meina, tæknilega sér ekkert vandamál að spila hann en hlutir eins og svona audiologs og videologs er eitthvað sem fólk er miklu vanar í dag en var frekar nýtt þegar þessi leikur kom út. Það sem gerði fyrsta leikinn svo strembinn minnst að þeim tíma var að stjórnun leiksins var frekar svona erfið. Spilaði eiginlega bara með mús eða lyklaborð lengst af sem kom reyndar uppfærð útgáfa leiknum sem leyfði stjórnum með mús. Ég skal veikina að ég hef spilað eitt en ekki mikið. Sá leikur sem ég datt inn í þessa seríu er framhaldið þessu leik, System Shock 2. Og ég skal alveg veikina það að ég læt mig dreyma með þessi leikur gangi ágætlega að System Shock 2 fá loksins endurgerð. Og hvað þá eins og er búið að vera tala svolítið lengi að þessi loksins var að koma að System Shock 3 en ég trúi því þegar ég sé það, sko, maður þannig. Búið að vera erfið fæðing þar en Oren Spectre er einn af gaurunum sem stóð á bak við upprunalega leikinn í Looking Glass
var að vinna að þeirri útgáfu en það hefur ekkert heyrst af því í svolítinn tíma og maður er svona pínu skeptískur hvernig verður en eins og segi, en það verður athyglisvert að sjá hvernig þessi mun koma út og er sem sagt á geimstöð Settle Station sem er sporbaug jörðina og er sem sagt hakkari sem þarf að stöðva námuleyserinn sem er borð að skjóta ekki jörðina og valda ótal eyðingu og dauðsföllum og það er svona bara grunnplottið síðan meir verður það talsvert flóknara og maður vill klárlega ekki spilla fyrir neinum sem hefur ekki upplifað á sín tíma eins og sést þá er karakterinn minn búinn að vakna úr dái eftir 6 mánuði eða svefn reyndar að sagt og eins og ég segi, þeir sem hafa spilað System Shock til dæmis ætti að kannast fyrir eitthvað vel við til dæmis svona að þú ert að koma til leiks á stað þar sem hræðilegar atburðir gerst og þú ert eiginlega að púsla saman getur við sagt sögunni og meðan þú kannar heiminn í kringu getur við sagt og Shodan er sem sagt gervigreind stöðvarinnar sem þú ert staddur á og stjórnar hún allir stöðinni og þess vegna er mikið til þig að ráðast á myndavélar og fleira og vélmenni til þess að takmarka hvað hún sér af þér og gera þér kleift að ég veit ekki passwordið en stóð ekki með eitt að þér vanalega er maður að finna helstu upplýsingar á líkum og í kringum þig hann ekki vera 451 jáp crap sko lengst af þegar maður spila hann leik þá er maður ekkert rosalega vel útbúinn og maður þarf eiginlega að þarna er Shodan Today is the 6th day of November, year 2072. You are currently in the healing suites, located on the first level. Level 2 contains the research laboratories. 3 has the department of maintenance, and the storage cells are on level 4. The flight deck is on level 5. Level 6 holds crew facilities and executive suites. Já ok, þessi effekt sem er á skjánum verið út í að augljóslega tekið einhver lyf sem þau örugglega hjálpa mér á sama tíma en klálega af einhver aukaverkanir ok, ég vil ekki tekið þessu byssu sko
Ég að býja til þetta effekt hverfi svo ég ekki sjá eitthvað. Því lengra sem heldur áfram í leiknum því meiri möguleika færði að uppfæra karakterinn og getur gefið honum með henni býst ég við ýmsa svona cybernetic parta og ég man sérstaklega eins og í Sysak 2 þá var þetta alveg mikið bara þinn valkostur. Þetta einhvern veginn gammal vani að spila Sysak 2 var alltaf að slá og bakka vegna þess að maður var ekkert vopnaður og þar leiðandi eina sem maður hafði lengst af var bara það að þeir voru miklu hægari en maður sjálfur og maður gæti nýtt sér það svona til þess að eiga vófinna. Vanalega eru skotfæri og aðri hlutir á mjög skorðum skammti og maður reynir ekki að nota nema maður nauðsynlega þarfnist þess. Ég veit ekki hvað demóið er langt, þeir tala það sé... ég næ ekki þess að það. Það heitir Medical. En... ég veit ekki... að... það á semst að vera örugglega medical svæðið en þetta á að innihalda svona alltaf helstu hluti leiksins til þess að gefa til kynna hvernig hann ef ég skildi rétt. Ætli ég geti tekið byssuna núna, ætli það bara að vera klárlegt einmyndarau. Sjáum við það. Strax betra. Já, þetta er svona gott dæmi þrautirnar í leiknum og fólk sem hefur þetta er hægt. Sjá hvernig maður gengur í þessu. Þetta... ég er ekki alveg viss hvað ég er að gera svona exakt. Ok, ég held sér aðeins fyrir að fatta hana. Úps. Ok, kveikjuperinn er nú betur. Já, það var það. Alltaf smá tíma átt að sjá hvernig þessi hluti virka. Grunar ég hef opnað upp eitthvað shortcut. Ok, þetta er stamina síns mér. Ok. Styrkur nýjum, nefnast hvað hann getur barist. Ok, repair bot.
líklega, hvað er það? Sá leikur sem ég við mest að hrættastur eða stressaðastur að spila á Systrock 2 og ég skal veikina að það hefur örugglega talsvert haft að segja hvernig ég spila hann. Brain, segirðu? Ég var ekki 7 kúlur svo það borgar sig ekki að nota. Hvað er þetta? Stethoscope. Ég veit hvort það má ekki nota eitthvað þegar að brjóta niður hlutina. Borgar sig ekki að fara. Maður getur valið sér bara hérna og það er eftir að leiksins. Nei, ég veist það ekki. Sko, þeir eru nefnilega að vera mixtur af human og bugger. Shit. Já, human og einhverjum stökkbreyttum óvinum sem ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað málið er. Fáfræðin einhverju leyti kemur einfallega bara vegna þess að ég spilaði aldrei í raunverulega gegn fyrsta leikinn. Ok, frakka þess hérna. Það er annað. Já, ok, gafst mér ekki neitt. Já, eins og segi, ég spilaði fyrsta leikinn bara litlu marki, þannig að ég aftur á móti talsveit kunnur í leiknum 2. Þess að ég ætla að segja það þannig að ég spilaði þann leik já, miðan vetur í myrkrinu. Við 2 gegna tímabil held ég sem það var alltaf á nóttunni og í myrkrinu með heyrnartól og ég get svara að ég var aldrei rólegur um að ég var að spila þann leik. Það virðist vera einhver lifandi á stöðinni, þó ekki margir. Það sem passar með allt saman. Ég svo í leikjum sem eru gerðir á þessu tímabili sem þessir gerði 90 og man ekki, 6, 5, 6 eitthvað laus. Ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig kemur út. Þá var þetta mjög mikið að finna ýmsu lykilkort til þess að nota og allt svoleiðis. Oh, bugger. Er svo góð mólum hérna. Skemmtilega við að leika þú getur valið mismunandi erfiðleikastellingu fyrir bardagan, þrautirnar, hacking og fleira. Þannig að þú getur verið með leikinn í kannski erfiðri stillingu fyrir bardagan en sem kannski vægari stillingu fyrir púslur eða einhverja aðra parta ef þeir eru að reynast eitthvað stremmir sem er mjög þægilegt. Ok, eitthvað er í gangi hérna. Eitthvað er að
krukka í þessu fólki greinir. Svo. Ok, ég held ég sé komið með kortið sem ég þurfi að halda áfram núna. Ég var að vona að ég geti nota byssuna, en típist hún biluð. Held ég var rétt með það að... Ok, þetta gefur maður orku, sem þetta bláa eðlisla. Það þetta navigation unit. Ok, ég hér. Nei. Skondaðan leik sko, hann keyrir Unreal Engine, Unreal grafíkulni, en hann samt stíllinn á hann með svona minni rosalega á gamla leiki. Og það held ég líka viljandi til þess að skapa ákveðna stemningu í leiknum og minna á hvað gerir Waypress? Það sé bara eins og droppa ég kann veist mér ammo, það eitthvað. Ok, hérna eitthvað. Það hlýtur að því að ef það eitthvað hérna, þá klálega einhver ónir hérna líka. Þetta eitthvað svo klassist í svona leikjum að kíkja til hliðar til að átta sig hvort ónir nálægt manni ekki. Ég held að þetta sé Saturnus, ég glad að Júpiter og Saturnus saman, ég veit ekki hvað. Ég ringi, veit nefnir ekki ringi, en já. Ég held að þetta sé Saturn. Tilbúandi leiðrétti mig bara í kommentunum hvernig mér. Ég ekkert stressaður, þetta bara eðli viðbrögð, klárlega. Ok, gálega er bara... Ok, pistan upp hlaðin. Ég ætti kannski að gera eitt. Kannski gálegt að raða þessu svona aðeins betur. Þannig að maður er ekki að lendi fyrir slissni að nota vilsan hlut. Sko eins og í Bioshock og öðrum leikjum þá er vopnin svo skiptilíkill eða eitthvað svipað alltaf mikilvægasta vopnið vegna þess að þegar allt hennar bregst þá er þetta sem eina sem getur bjargað þér. Ok, what the bleep gerist hér? Ok, þetta er messed up. Ok, wow. Maður leggur sér í 6 mánuði og gerist þetta bara með hann. Oh, bugger. Svo, EMP, það hlýtur að virka vel á móti. Ó, gáða ég. Virkar það nokkuð ekki hurðina? Nei, það er ekki. Ok, sjáum við bara. Betra. Door in motion. Svo í Prey endurgerðinni sem að Ken gerir, sem er undir miklum áhrifum undan Sissy Shock og Bioshock.
þá er góður vani alltaf að berja hlutina oftar en þú þarft, bara tjóna og bara veist aldrei hvenær það kemur að góða notum. Ok, droppa við þetta eða nota við þetta. Ok, ég geti reynast á þér. Þetta var samt ekki fallið sjá. Síðasta sem ég þurfti að sjá var afturhendan þess einhver. Well. Þessu. Þess vegna veit ekki klifra upp. Ok, það verðist ekki vera neitt annað svona. Ok, kom hérna. Kom hingað. Hérna er það. Ok, hvað er þetta? Hvernig ætli ég komist hingað enn? Ætli sé eitthvað panel eða eitthvað sem ég get notað eða batteri, en hvað gerir ég við þetta batteri? Ok, ég kemst ekki í hörðuna. Lít þarf að gera eitthvað with grating. Bugger. Ég nota þetta sem ég þurfti ekki að nota. Ok, það er bara að finna úr þessu. Gamla góða trial and error. Ok, þetta gerir eitthvað. Spurningin er hvað? Ætli það var eitthvað að segja? Nei, ekkert hér með skoðst þig. Maintenance tunnel. Sjá hvað þetta gerir. Ok, þessi stígi var pottet ekki hérna. Nei, ég held ekki, ok. Þetta batteri er eitthvað. Ekkert meira hérna. Ok. Þetta er bara batteri pakki. Get ég sett hann í eitthvað eða? Þetta er einn hluti sem ég sakna ekki endilega alltaf við svona old school leiki. Þessi eltingarleikur fram og tilbaka. Finna einhvern hlut og síðan þurfa að þú. Það er svo allt annað en hefgur þessu náðungi.
Já, þetta finningar hluti og fyrir sem þetta tilbaka þú með einhvern lykil eða eitthvað til hlaða eða eitthvað slags. Ég skal veikina maður hann kannski pínu góð vanur nútíma töluleikjum sem sjáum suma þessum skítverkum fyrir mann. Ég býst að old school player fái nett högafall yfir þess ég að segja, en ekki allt gott endilega betra. Það sum þægindi í nútímanum sem maður, já, kann að meta. Ég ekki ennþá komin með þessa. Ég ekki hvað lykillinn ég með eitthvað hérna? Shodan has locked down the elevators. Mira says if we can lower the security on the level, we'll be able to gain access to restricted areas and get the lifts moving again. She says smashing cameras and taking the medical CPU nodes offline will help, but Kannski komið tíma að kíkja þetta svo. this thing is everywhere. Ok, þetta fór hressilega úrskeiðis. Ég ekki ég veist hvað gerðist, ég skoði ekki Já, ég myndi segja þetta sé ágætt staði kannski til þess að stoppa með þetta. Eins og sást þá fór þetta pínu úrskeiðis á mér. En hérna sést það sem ég var að tala áðan, elgstillingin sem að sýnir hérna og þú getur haft mismunandi stillingar sem eru eitthvað þægilegt. Ég svona kannski gullfiskur mér fyrst. Maður getur ekki breytt öllu strax. Jú, ok, já. Mission. Spurningu sér 3 mission demoinu. En ég þetta gerði höfuðsyndin en ég glemdi að segja það. Ég þetta annar góður hlutur sem maður ekki vanur að maður einhvern veginn gengur út frá þessi autosaves sem bjarga manni eða checkpoints. Og mér sýnist það að fara með mig hérna. En ef þið hafið áhuga að kíkja á þessa endurgerð þá hægt að, eins og ég sagði áður, sækja demo fyrir hann, frítt demo á Steam, GOG og Epic Games Store. Og mun leikurinn sjálfur kom út í sumar ef allt gengur eftir. Og mér rámar hann hafi verið á $45 í forsölu. En ég þakka fyrir mig eins og hvet ykkur endilega til að kíkja á Nörd Norðursins á Facebook, Instagram, Twitter og annar staðar. Og líka hlusta á podcastin okkar og það alveg að fara að bresta í nýtt til dæmis núna. Við erum bara að taka upp, mjög spennandi fréttir og ég segi bara takk fyrir mig í bíli. Bless.